Ungmennafélagið Samherjar í Eyjafjarðarsveit stendur fyrir blómlegu íþróttastarfi fyrir börn og fullorðna í sveitafélaginu. Starfið miðar meðal annars að því að gera íþróttaiðkun aðgengilega fyrir börnin á svæðinu með því að bjóða upp á ódýrar íþróttir á hefðbundnum vinnutíma foreldra. Við litum við á æfingu í frjálsum íþróttum. Ungmennafélagið Samherjar var stofnað út frá 3 öðrum ungmennafélagum sem voru hérna í Eyjafjarðarsveit. Ég held að sé svona 20-25 ár síðan, sirkabát. Og þá var þetta nafn valið sem Samherjar, þar sem það voru sameining á 3 öðrum ungmennafélögum. Eflaust voru svo fleiri ungmennafélög hérna í árdaga sem hafa svo endað í þessum 3 og þessi 3 svo í Samherjum. Og ef þið myndu skoða merkið, þá held ég að séu mitt 3 sem haldast í hendur svona í hring sem þá merkja þessi 3 félög. Og hvernig starfsemi félagsins? Við einbeitum okkur á því að bjóða upp á íþróttir fyrir sveitunga, aðallega þó fyrir krakkana. Það er svona númer 1, 2 og 3. Fullorðnir mæta síðan afganginum. En við erum að bjóða upp á borðtennis, frjálsar, boltatíma, fótbolta á sumrin, badminton. Svo erum við með fyrir fullorðna er semst á borðtennis og badminton, blak og körfubolti. Og er þetta vel sótt? Þetta er nokkuð vel sótt. Eins og við sjáum hérna í bakgrunninum er góð mæting í frjálsarnar allavega í dag. En jú, frjálsarnar eru örugglega með mestu og bestu mætinguna af yngri kynslóðinni. Þetta er smá versnar eftir því sem dregur í skólastíginni, því miður. Það er kannski ekki vert að skoða það betur eða reyna að bjóða þá upp á eitthvað annað fyrir þá sem eldri eru. En það getur líka útskýring getur líka verið svo að eldri krakkarnir séu að nálgast aðrar íþróttir á Akureyri sem við getum ekki boðið upp á hér. Óskar segir starfsemi ungmennafélagsins Samherja byggja á hugmyndafræði ungmennafélagana sem hafa starfað á Íslandi í gegnum árin og áratugina og miðar að því að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Þetta er svona samfélagsverkefni. Við reynum að bjóða upp á alls konar starfsemi fyrir alla aldursflokka helst, þó svo við séum einblína á krakkan okkar, enda skipta þeir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Jú, ég myndi segja það. Þetta væri svona hefðbundið það sem við erum að gera. Það er að segja að við erum að bjóða upp á íþróttir fyrir krakkan okkar. Við reynum líka að gera annað. Við erum að taka þátt í að byggja upp íþróttasvæðið með sveitinni. Við tökum þátt í verkefnum, hinum þessum verkefnum sem eru semst hérna í sveitinni, eins og til dæmis þá handverkshátíðinni. Við bjóðum upp á íþróttir fyrir krakkan sem eru í skólanum á vinnutíma foreldra. Þess að strax þegar skóla lýkur klukkan 2, þá geta krakkarnir komið í íþróttir. Við bjóðum upp á 4 sinnum í viku, það er að segja mánudögum, þriðjudögum, fimmtudögum, föstudögum. Bjóðum upp á frjálsar 2 daga í viku og boltatíma 2 daga í viku. Og það er náttúrulega frábært að geta boðið upp á íþróttatíma á vinnutíma, þannig að foreldrarnir þurfi ekki að keyra eins mikið. Og svo náum við að bjóða þessar íþróttir á lágum kjörum, það er að segja við bjóðum börnunum eða foreldrum að borga 10.000 krónur per misseri og þá má barnið stunda allar þær íþróttir sem eru í boði hjá okkur, sem er á okkar mati frábært að geta gert þetta. Þið hafið ýmsar fjáröflunarleiðir eins og kannski handverkshátíðina sem flestir þekkja. Já, það er aðal fjáröflunarleiðin okkar. Við erum að fá styrk frá Eyjafjarðarsveit. Við höfum líka notið góðs á því að fá styrk frá Samherja á Akureyri. Og við notum það til þess að borga niður þá þjálfara og annað. En já, handverkshátíðin er lykillinn að þessu hjá okkur. Þar sjáum við uppsetningu á kerfum og sjoppunni með Dalbjörg, björgunarsveitinni. Og þetta er aðal fjáröflunarleiðin okkar. Og þar að leiðandi erum við ekki að ganga hús í hús yfir árið og leggja mikinn tími í það. Því við viljum náttúrulega líka ekki vera að taka fjáröflunarleiðir frá öðrum. En við látum þetta duga og já, það er að duga vel. Að okkar mati sem vinnum sjálfboðaliðar í þessu, þá held ég að þetta skiptir gríðarlega miklu máli að geta boðið upp á íþróttir á vinnutíma. Það er meiri möguleiki að börnin taki þátt að þau geta farið beint úr tíma og í íþróttir, minnst kosti 1 sinni í viku. Bæði fyrir börnin að geta þá fengið möguleika á hreyfingu, þurfi ekki að sækja það langt. Þetta er nú ekki langt að fara þegar þú ert í skólanum hér á Hrafnagili og getur skokka bara hérna yfir í íþróttahúsið.
Svo held ég að það geti þýtt það líka fyrir foreldra að þetta minnkar þá allan umstangið í kringum þetta skull sem við þekkjum sem foreldrar að þurfa að keyra barninu hingað og þangað þess að fara í mismunandi íþróttir. Nú getum við boðið upp á allar þessar íþróttir á sama stað sem þá í íþróttahúsinu. Og íbúar kunna meta þetta? Já, íbúar Eyjafjarðarsveitar kunna vel að meta þetta.